Geggjað. Herðu, við erum í nóvember og samt fótbolti framundan. Segðu okkur aðeins bara frá þessu, hvernig nálgist þið meistaradeildina í fótbolta? Já, það er rétt hjá þér. Við erum algjörir forréttindapésar að vera að fara að undirbúa okkur undir leik í nóvember á þessum COVID-tímum. Þannig að, já, við vorum náttúrulega með landsliðinu í burtu í 2 vikur og hópurinn kannski svolítið sundraður, en við erum búin að stilla saman strengi síðustu 2 daga, búin að eyða miklum tíma saman í fundum og æfingum og hérna. Þannig að ég bara sé bjarta tíma. Svona, sko, náttúrulega vita flestir sem fylgjast með þessu, náttúrulega valsliðinu hans búið að vera tvískipt. Hvernig þessi eins óhefðbundni undirbúningur með við bara Pepsi Max-deildina? Er þetta bara einn klassíski næsti leikur eða er þetta eitthvað allt annað? Nei, þetta er náttúrulega eitthvað sem enginn hefur verið lent í áður að fá svona lítinn tíma saman fyrir eins stóra leik og þetta og þetta auðvitað stór leikur að vera að fara í Evrópukeppni og skiptir okkur miklu máli. Þannig að, jú, mjög óhefðbundið vissulega, en líka bara challenge fyrir okkur að takla þessar aðstæður og gera það vel. Þið náttúrulega hafið spilað ansi marga leiki náttúrulega bara samtals í liðinu, þannig að náttúrulega sko, þarna kannski kemur einmitt reynslan margum talaða að gagni og að notum í svona sko þegar maður þarf að gera eitthvað allt öðruvísi vantarlega. Ekki spurning og hópurinn búin að lengi saman, við erum svona þessi kjarni kannski búin að vera saman 2-3 ár, þjálfarnir þeir sömu og í fyrra og við þekkjum hvert annað út og inn og ég sé ekki að þetta hafa mikil áhrif á okkur. Ég gef mér miðað við Eið Ben og Pétur að þið séu búin að fá að sjá ligguðu skóreimarnar hjá hverjum leikmanni í HJK Helsinki. Hvað vitið þið þetta lið núna? Já, það er rétt hjá þeim. Eiður og Pétur eru búin að leggja okkur línurnar allrækilega síðustu daga og við vitum nánast hvert fótskref sem þær taka grein. Þannig að við vitum ýmislegt og við vitum það að þær halda vel í boltann og vilja halda í boltann. Þær sparka lítið löngum boltum, þannig að þær eru kannski vel spilandi, getum við sagt, en kannski ekki að skapa sér samt mikið, og kannski ekkert endilega líkamlega sterkar en við sjáum hvað gerist á morgun. Fyrir utan frasan að þið ferði í hvern leik til þess að vinna sem ég veit að Valur gerir alltaf svona, hvernig það sem þið hafið séð og ég meina þið þekkið ykkar styrkleika, hvernig myndirðu meta svona blákalt möguleikana? Á góðan degi eigum við alltaf að vinna þetta lið. Þær hafa samt fullt af kostum og eru góðar í því sem þær gera, en mér finnst við betri og þegar við erum okkar degi og erum bæði mætum líkamlega til leiks, mætum við hörkunni og erum með góða pressu og spilum góðan fótbolta, þá ættum við að hafa vinninginn. Þá eru þið bara skoti góða, svo við tölum bara svo við tölum saman, er það ekki? Þær? Þið? Við á góðan degi þá erum við besta lið landsliðsins. Það bara svoleiðis. En segðu kannski bara völsunum svona sem að vita kannski ekki alveg. Sko, landsliðið var úti og svo komið þið heim og þið hafið svona bara svolítið verið í, professional undirbúningi ef svo má segja það ekki, undanfarna daga. Jú, Valur er búin að gera þetta vel og Pétur og Eiður búin að skipuleggja undanfarna 2 daga mjög vel. Við erum bara í rauninu búin að vera svona þá smíða þauðin að því að vera hálfu atvinnumenn. Við erum mætt á æfingar eða mætt sérst í morgumat klukkan 9 og eftir morgumat farið á æfingu og svo tekin léttur fundur og hádegismatur í kjölfarið, þannig að okkar dagur hefur verið að klárast 1-2 sem bara frábært og ótrúlega gaman að fá smjör þegar þessu og hvað þá á Íslandi, þannig að já, við erum búin að nýta tíman afspinnu vel og ég vona að það muni svo sannlega skila okkur á morgun. Allar heilar og klárar? Já, svona bara leikmannahópnum þegar náttúrulega nóvember maður býst við hinu og þessu í raun og veru, aldrei að vita. Já, við erum búin að æfa svo rosalega vel í þessum COVID-pásum og
allar í toppstandi, þetta er alveg ótrúlegt að segja þetta í nóvember eftir, veit ekki hversu mörg hlé á deildinni, en hérna við erum bara búin að æfa og gera þetta alveg óbúslega vel, þannig að það eru allar heilar nema fyrir utan þær sem eru hérna barðsvarandi, þannig að það er gott. Nákvæmlega. Þú ertu fann að kaupa jólagjafirnar þegar við erum komin inn í nóvember, ertu ennþá að spá í fótboltanum? Nei, ég hérna er ekki fyrirmyndarbúsmaður þegar kemur að því, en hérna ég ætla fyrst að klára fótbolta og áður fyrir einbyttum mér á jólunum. Það hljómar rosalega vel. Gangi ykkur ofboðslega vel á morgun.